Daginn, ég ætla að sýna ykkur hvernig tilvísunarmerki eru uppið og hvar eru notuð, hvar finni merkingarnar, hvað þýða. Tilvísunarmerki eru notuð til að skilgreina tegund teikningar, sem sagt hvar hornsteinateikningarnar, sem sagt lárétt eða lóðrétt, hvaða byggingarhluti er verið að sýna, hvert er trepanúmer teikningar og hvaða blaðsíðu finnst viðkomandi teikning. Tilvísunarmerki skipta sem sagt í 4 hluta í sjálfu sér. Það er sem sagt fyrst bókstafur eða tölustafur. Allt þetta hvernig er verið að horfa á hlutinu eða hvernig hlutinu er teiknaður. Lóðrétt eða hvort það sé verið að horfa ofan á hann eða teiknaður ofan á hlutinu sem lárétt. Hver flokkur byrjar síðan á nýrri talningu. Grunnmyndir fyrst þau heildarsneiðingar, hlutasneiðingar, úrhluta. Byrjum alltaf á nýrri talningu, eins og til dæmis grunnmyndir, það er bókstafurinn 1 notaður hér. Næsta grunnmynd eru þá 2. Sneiðingar, fyrsti sneiðingin er A, önnur sneiðingin verður B og það fyrir niður. Hérna eftir henni verið að standa B út í því að þetta er sneiðing númer 2. Síðan er byggingarhlutanúmerið, það er þessi hérna efri talan í vinstri reitnum og hún miðast til flokkun í SFB skráningartöflunni og renna að segja við það á eftir. Þau vísa á hvaða byggingarhluta hefur að sýna teikninguna. Til dæmis númerið hérna SFB númerið 29, það vísar í að þetta er sameiginlegur meginhluti teikninga. Sjáðu, þetta er þak, þetta er veggir, þetta er gólf og allt að pakka. Byggingarhluta númerið er síðan flokkað niður líka eftir hvernig þrepin eru. Við förum hvernig dýpra og dýpra inn í húsið og því dýpra og dýpra getum við notað SFB skráningartöfluna. Þrepanúmerið, við notum náttúrulega fyrir svíltrúþrepin, þess að deyfilsteikningu, 04 byggingarhlutateikningu og 05 deilteikningu. Fyrst og annar hlutin eru, þú ættir að vera komið fyrsta hlutin, þá þetta komið meira bara út í svona heildarhverfið. Þess að fyrsti hlutin það er kannski heildarhverfið eða svona bara eins og kort. 2 er kannski lóðin eða svona náttúrulega umhverfið. Síðan kemur 3, það er yfirteikning og það er eins og við erum hérna með sneiðteikningunni hérna, þetta verður í flokki 3, grunnmyndir í flokki 3. Síðan koma byggingarhlutateikningar, það er til dæmis glugga- og hurðateikningarnar, það verður í þrepi 4. Og síðan koma sérteikningar eða deiliteikningar í þrepi 5. Til dæmis að sýna festingar á sperru til dæmis. Blaðnúmer, þess að reitnum til hægri, hann vísar bara einfaldlega til blaðsíðunúmerinu teikningarna. Það er sem ef sérhlutin, eins og hérna teikning til dæmis, sérhluti, þá myndi að vísa á hvaða blaðsíðu sérðu síðan þessa teikningu sem sýnir þessa sérhluti. 1,5. SFB skráningartaflan, þetta er númerakerfið til þess að hægt sé að flokka teikningarnar niður eftir hvaða byggingarhluti er verið að teikna. Einfalda leitin á teikningum hana. Það er að finna allar teikningar sem tilheyra þakið, þá bara leitar eftir þessu númeru sem þakið er undir og finna þannig teikningarnir. Fyrsti hlutin, eða 10, frá 10 upp í 19, nota til að flokka lóður og undirstöðubyggingar, lóðaframkvæmdir, stofveggir, stofþil. 2 er til að flokka meginhlutabygginga, útveggirnir í heild, milliveggirnir í heild, það fyrir með góðana. Síðan komum við dýpra inn í þetta hérna í flokki 3, einhvern nota þess að til dæmis að fara í sérteikningar eða byggingarhlutateikningar. Útveggja hlutar til dæmis, það er gluggar og hurðar, geringar og hlið, svala, frágangur, þakhlutar. Síðan er hérna líka ennþá meiri, eða svona þetta sýna ennþá meiri dítela. Bara útveggja til dæmis, það er til dæmis útveggja klæningin, hún myndi að lenda í 41. Hún myndi ekki lenda í 21, því hérna útveggja þá vorum við að sýna allan partinn á útvegginu, burðinn, einagrunna og allan pakkan. Hérna erum við að sýna kannski bara hvernig gengið er frá yfirborðinu, bara hvernig púsningin er, bara hvernig klæðingin er. Lagnir og hreinlætistæki, þetta skýrir svolítið sjálft. Lagnir og lóð, þetta er náttúrulega við pípulagnarteikningar líka. Raflagnir og tæki, þetta á líka við raflagnarteikningar og það sem við verðum að sýna. Sérbúnað, vélakerfi,
smásmölukerfi. Innréttingar og búnaður. Hérna er til dæmis sko lausar innréttingar og fastar innréttingar og bílar og fólk og gróður og það fram líka þann. Annað, garðar og frístundir, við nota það ekki neitt, þetta er meira svona landslagstekningar. Svo gerði byggingar og þá gætum við nota 98 fyrir ásundartekningar og íbúðarhús til dæmis. Ef þetta væri sjúkrahús þá myndum við nota 94 fyrir ásundartekningar. Þannig þessi flokkar notaðir. Þetta eru teikningarna sem við að teikna. Þið setið upp teikningarna með CZ Manager. Þið fáið upp DFG-skránar, búið til CZ og dragið þetta inn á grunnskrána. Það sýnir það sérstaklega eftir. Þið setið líka inn tilvísunarmerkin þegar ég eiga til og voru að búa til fyrir vetur. Síðan eigið þið að finna aukenni sem að fara inn í tilvísunarmerkin. Ég ætla að gefa hérna nokkuð dæmi hvernig tilvísunarmerkin eru sett upp. Hérna til dæmis er búið að setja upp fyrsta hlutasneiðingin, þannig að hún fari í A-flokk. Og við horfum á hana ekki. Og síðan er búið að setja byggingar hlutanúmeri hérna, 12, 13 og 21. Það er búið að flokka hana niður, þetta er svona undir stöðuna, þetta er útveggjarinn og drennið. Þannig að þessi björkar náttúrulega. Síðan segjum við, ok, þessi teikning hérna, hún er í 0,5. Þannig að hún er ekki 0,5 hér, hún er í 0,5 hérna á C-teikningunni. Og síðan setjum við blaðsíðu 4, þannig að vísar hérna á blaðsíðu 4, eins og er hérna á. Síðan þegar við förum á hinn hlutan hérna, þá sjáum við að við setjum upp sömu merkingarnar á deiliteikninguna, nema þar vísar bara blaðnúmerið tilbaka á blaðsíðu 1. Það er inn í munurinn. Hérna verður A sem fyrsta hlutasneiðing, 12, 13, 21. Við byggjum þetta númer, 0,5 drepanúmer og svo 0,4 fyrir þess að vísa tilbaka. Hérna er útlistmynd, austurhlið. Þá segjum við hérna þetta er A, þetta er fyrsta útlit, ekki? Þá er þetta náttúrulega B og C og D, þess að fjóra útlistteikningar. A hér, B hér, C og D. Síðan 29 sem byggingarhlutanúmer, skráningartöfni. Þetta hérna mætti líka vera 98. Hvort ekki er rétt, þannig séð. Síðan myndum við setja 0,3 fyrir drepanúmer, hún sýnir svona heildarhluta. Og síðan er blaðsíðunúmer 1, þessi teikning er sett hérna á blaðsíðu 1, sem við sjáum hérna. Þannig að hún er ekkert að vísa þetta á aðra blaðsíðu, hún vísar bara inn á sömu blaðsíðuna. Tilvísunarmerki fyrir gluggana, þá kemur þetta svona út. Það verður semst fyrst í sérhlutu glugga, það er A, og horfum á hana. Næsti var B og C og D, ekki. Byggingarhlutanúmerið er 31, þetta er semst útveggjarhlutar. Drepanúmer svona teikninga er 4, 0,4. Þess að muninn á þetta er 0,3, þetta er 0,4. Og síðan ef við ferum 0,3 og þá vorum við að sýna hvernig gluggastekkin eru uppið, hvernig þau eru leginu, hvernig festingarnir eru. Síðan segir hérna blaðnúmer vísar á blaðsíðu 1. Þessi hérna gluggi sést á blaðsíðu 1, hérna og hérna. Það er engin mótvegi, það er engin tilvísun tilbaka hérna, sjáum við. Það gerist ekki. Þannig að það er hennar bara hérna og vísum á blaðsíðu 1. Ég vona að þetta skýra þess málið. Takk fyrir þetta.